Það ekki stór sigur á fyrir gamla heimavelli hérna í kvöld en það er kannski ekki stærsta fréttin. Það var Höttur tapaði leik og þið unnuð og Blikar töpuðu líka þannig að þið eruð inn í úrslitakeppninni eftir, væntanlega einhverju svona svefnlausa nætur síðustu dag. Nei, alls ekki. Við bara undirbúum okkur bara fyrir það að standa okkur hérna í kvöld og svo ætlum við bara að láta sjá hvað myndir ráðast. Þetta er búið að vera okkur höndum undanfærið og við hefum bara verið að henda oss úr höndunum á okkur sjálfir. Þannig að við gátum ekki gert neitt annað heldur en bara gert okkar. Sem mér fannst við gera svona bara allt í lagi. Það var svolítið sálarlaus leikur hérna og bara eins og jarðarför. Stjörnuliðið inn í 8. sæti, það hefur verið erfitt tímabil hjá okkur svona mörgu leyti í deildinni, eða ekki? Já, við erum svona kannski svona 3 til 4 sigurleikjum frá því svona sem að markmiðið var. Þannig að við erum aðeins undir pari en getum vel í bikarnum og bara höfum alveg ágætt stoppað þar en samt við höfum verið að spila verr heldur en og mikla breytingar á liðinu. Og við erum ekki alveg á þeim stað sem við ætlum okkur að vera. En núna er bara úrslitakeppni og það eru bara ný tækifæri. Miðið er möguleiki sem Valur í fyrstu umferð, það er alveg andstæðingur sem þið fáið. Já, þeir eru vel mannaðir og spila alveg gríðarlega vel, þannig að það verður verið verkefni. Við þurfum að fá meiri svona sál og kraft í okkar spilamennsku, bæði inn á og út af vellinum ef við ætlum að gera eitthvað á móti. Þannig að það verður bara gaman að takast á við það. Alveg í lokin. Þú ert nú upplæg káringur, er ekkert skrítið að koma hérna og vera, uppsett í hinu liðinu að vera þáttakandi í síðasta leik KR í eftir deild í allavega 1 ár? Fyrir mig persónulega, þetta var mjög sorglegur dagur fyrir KR sem klúbb. Bara ótrúlega margir hlutir sem eru bara því miður. Rangar ákvarðanir í mörg ár og þetta er svona eftirköstin, myndi maður segja. Bestu þakkir Ingi og gangi ykkur vel. Takk.